Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður Samtaka 78. Það var verið að undirrita samning núna við Grindavíkurbæ. Getur aðeins sagt mér svona megin innihald samningsins? Já, í samningunum felst fræðsla til 3 árganga í grunnskólanum, 3., 7. og 9. bekkjar og til alls starfsfólks, grunn- og leikskóla og til starfsfólk bæjarins, stjórnenda og svo framvegis. Í þessu felst líka ráðgjöf, gjaldfrjáls ráðgjöf fyrir ungmenni. Þetta viðamikill samningur og mjög flottur. En nú eru þið svona að hefja þessa vegferð með sveitarfélögum. Hvað hafa mörg sveitarfélög farið þessa leið að semja við ykkur um þessa mikilvæga fræðslu? Það eru 3 sveitarfélög núna sem eru með sambærilegan eða samning og Grindavíkurbær. Þannig að þeir eru þriðja sveitarfélagið og það fyrsta í langan tíma sem semur við Samtökin 78 á landsbyggðinni. Gaman að heyra það, en svona þínum að löngu tímabært, er þetta vegferð sem þið munu halda áfram og reyna að koma fræðslunni hringinn í kringum landið? Já, alveg klárlega. Fræðsla er langstærsta og öflugasta besta vopnið gegn fordómum og við trúum því og það hefur verið svona leiðarstef í okkar vinnu bara alveg frá stofnun nánast og þess vegna skiptir mjög miklu máli að þessi fræðsla nái út allt land og sé ekki bara bundin við höfuðborgarsvæðið. Nú langar mér bara svona að spyrja því að það er oft talað um að fordómar spretta að fá fræði og nú hugsa ykkur býtu niður í leikskóla, er þetta tímabært, en það hefur alveg sýnt sig að þetta þarf að eiga sér stað niður á leikskóla til starfsfólksins þar. Já, alveg klárlega og ekki bara vegna þeirra barna sem að kannski sýna óhefðbundna kynntjáningu eða eitthvað slíkt, heldur líka það eru þetta hinsegin foreldrar út allt og skiptir máli að starfsfólk kunni bara að tala þann veruleika, bæði við börnin og við foreldrana. Frábært, takk fyrir þetta.